Okkur dreymir öllum ljómandi og geislandi húð. En hvað ef sanna leyndarmálið ekki í kremdós? Hvað ef það leynist í kvöldrútínunni þinni? Hittu hana Elöru. Hún elti gallalausa húð, fjárfesti í öllum serum og kremum sem hægt var að finna. Gápurinn hennar fylltist en húðin hennar var áfram dauf, þreytt og óvenju þrjósk. Hún kenndi þrjóskri húðinni sinni Elara jók rútínuna sína, bætti við skrefum og vaknaði fyrir grími. Hún dró úr félagslífi og fór jafnvel að stytta svefnin. Hún þreytti sig enn meira í þeirri trú að hún væri að gera allt rétt. Samt var ljóminn ennþá óáþreifanlegur. Dökkir baugar héldu áfram og yfirbragð hennar virtist stressað. Eina viku, yfir þyrmd og örmagna, hneig Elara einfaldlega niður í rúmið. Og þreytt fyrir allar athafnir. Hún sleppti allri rútínunni sinni í 3 nætur, svaf bara djúpt. Hennar óvæntu undrun, húðin hennar fékk náttúrulegan ljóma. Dökkir baugar dofnuðu, yfirbragð hennar virtist ótrúlega hvílt. Engar vörur, samt breyttist húðin hennar. Elara áttaði sig á því að hún var ekki að berjast við húðina sína, heldur grundvallarþörf líkamanns fyrir hvíld. Leit hennar að utanaðkomandi lausnum skyggði á svefnin, öflugasta innri viðgerðarferlið. Hinn sanna, fegurðarmeðferð var ekki í krukku. Það var að leyfa líkamannum að gróa. Stundum lausnin ekki að gera meira, heldur einfaldlega að hvíla sig. Forgangsraðaðu svefninum þínum, ekki bara fyrir orku, heldur fyrir sannan ljóma húðarinnar þinnar. Leyfðu líkamannum að vinna sína galdra. Faðmaðu fegurðarsvefnin, opnaðu náttúrulegan ljóma. Gerðu áskrifandi að Íselandi fyrir fleiri ráðleggingar.